Við sem stofnuðum Nox Medical, við vorum öll að vinna saman í fyrirtæki sem hét þá Flaga Medical og vorum að vinna þar frá 1998 og ég hætti 2005 og fór í nám. 2006 þá flutti Flaga úr landi og félagi mínir úr Flögu voru þá í rauninni ekki til að flytja úr landi, þannig að þau voru að leita tækifæri til að gera eitthvað annað og við töluðum saman og ákváðum í kjölfarið að stofna Nox Medical. Við vorum með fókus á að gera svefngreiningatæki sem væri auðveldari í notkun heldur en það sem var fyrir til á markaðnum. Þá kom ný tækni, Bluetooth og fleira í svona skinnira og okkur fannst að það væri tækifæri til þess að gera lítið tæki sem myndi mögulega henta til þess að greina kæfisvefn í börnum. En á þeim tíma þá voru kæfisvefn í börnum lítið greindur og lítið þekktur. Og það var svona kannski kjarnahugmyndin að búa til lítið tæki sem verður hægt að nota til þess að taka upp svefn hjá börnum. Hvað þýðir nafnið Nox Medical og hvaðan kemur? Nox Medical kemur úr grísku goðafræðinni og hún nóttin, Nox nótt. Hvernig var fyrir ykkur sem stofnendur að halda áfram eftir hrunið og hvaða breytingar þurftu þau að gera til að lifa af? Í hrunið þá erum við náttúrulega ekki byrjuð að selja vörur, en við erum byrjuð að semja við birgja að framleiða fyrir okkur, vinna fyrir okkur og það var eiginlega alveg byltingakennt. Hrunið var mjög mótandi í fyrirtækinu af því að sem Íslendingar þá höfðum við notið svona viðskiptatraust þegar önnur fyrirtæki treysta því að við komum til með að borga. Eiga í reikningsviðskiptum við þig og þegar þú pantar einhverju vöru þá fara kannski 30 daga greiðslufrest af vörunni. Þú pantar vöru, þeir senda þér vöru og eftir 30 daga þarf að borga reikninginn. Í hruninu, þegar hrunið á sér stað, að þá allt í einu sætta okkar birgjar sé ekki við að við staðgreiðum ekki bara vöruna strax. Þeir treystu okkur ekki. Og það var eiginlega mjög lærdómsríkt að uppgötva hversu mikilvægt traust í viðskiptum. Þú verður að geta treyst þeim sem átt viðskipti við. Af því annars ertu bara komin í svona erfiða samningaviðræður. Það erfitt að semja verð, það erfitt að semja afhendingu og það erfitt að treysta því að þú fái vöruna eða þeir fái borgað. Þannig að þetta var mjög lærdómsríkt og í hruni og eftir hrun þá var það þannig að það var gjaldeyrishöft og við áttum allar okkar tekjur undir í rauninni í erlendum gjaldmiðli, þannig að það var svona skylda á að skila honum inn mjög hratt og það var erfitt að fá gjaldeyri til þess að borga erlendum birgjum líka. Þannig að við þurftum alveg að leggja mikla vinnu í að viðhalda bara svona venjulegum viðskiptaháttum sem að okkur finnst vera sjálfsagðir í dag.